Það líður að lokum hjá okkur í föstudagsþættinum á N4. Við ætlum að enda þetta á tónlistaratriði eins og ofta áður. Hann Bjarni Ómar Haraldsson er hérna hjá mér, kannski ekki alveg raunverulegur en í myndinni. Sæll og blessaður, Bjarni Ómar. Sæll og blessaður. Hvaðan talar þú með leyfi? Ég tala bara á Grafarvoginum í Reykjavík. Já, sko. Og þar sem skrifstofan mín í dag er. Já, nákvæmlega. Vinnur heima eins og svo margir. Já, hún að vinna heima síðan cirka 20. mars. Já, og þú hefur tekið heilagan kaffitíma á hverjum degi eða hvað og spila bubbalag. Já, þetta var nú þannig að þegar mér var falið að vinna heima og þar er ég einn allan daginn bara og þá ákvæði nú að ráðast í svona smá verkefni bara fyrir mig svona sem andliftingu. Já. Og skellti mér í fyrsta kaffitímanum í rauninni í að spila eitt bubbalag og ákvaða svo að taka það bara upp og posta því og þetta var bara svona tímaupptaka og ég bara skellti símanum á stað, brendi í lagið, setti þetta inn, heyrðu, bara örfá mínútur síðan var komin áskorun frá einum sem stendur nú ekkert rosalega langt frá mér en sonur minn. Já. Heiðu, hvernig væri nú pabbi að þú gerðir þetta nú bara á hverjum degi meðan að samkomubannið er í gildi? Ég sagði, jæja, hugsaði málið, ok, já, látum vaða, það er allavega nóg að taka ef ég tek bubba. Já. Og við reiknum það út að það væri hægt að spila bubbalu í cirka 2 ár, sko. Án þess að lendi þannig að lagasafnið er nógu stórt. Frábært, og hvað marga kaffitíma hefur þú núna flutt á netinu? Mörg bubbalu. Það hefum við ekki talað saman. Ég er búin að gera þetta hverjum degi frá 23. mars. Já, og reikniði nú, vá. Já, og ég bara gera þetta alltaf með sama hætti. Ég vel með bara lag eftir morgunstemmingunni minni. Já. Og vinn ég þannig vinna, ég sitt svo mikið á fundum og það getur verið svona breytilegt. Ég reyni þetta til fremsta megni í dag að tryggja ég fái 10 mínúturna mína til að hendum símanum og velja lagið og út með það. Frábært. Og svo reynir þetta að fylgja svo eftir að því að mér er svo gott líka fyrir andan líka að dreifa huganum og þá reynir ég að skrifa eitthvað fallegt með eitthvað sem ég er að hugsa, eitthvað sem að mér langar til að segja eitthvað svona til að draga fram stemninguna sem lagið býr bara til hjá mér. Ef að fólk er orðið forvitið núna og vil sjá allar þessar upptökur, þá er það bara Bjarni Ómar Haraldsson á Facebook og renna í gegnum vegginn bara. Er það ekki? Já, og ég reyna að halda í heilögum. Reyna að halda svo heilögum að því að svo að lögin fá að vera þarna og fólk getur fylgst með þessu. Þetta er svona, ég gæti tórað eins og tónleikar eða horfir allt í heilögum. Já, og svo ætlarðu núna að enda þáttinn fyrir okkur og þú ætlar að fá liðsauka. Fjölskyldan ætlar að taka þátt. Já, það var nú þannig páskana að þá fekk ég alla heim í brönns. Og við höfum alveg ekki átt samskipti að því að við höfum öll verið svo heppin að veiran hefur nokkið verið að hrjá okkur. Og þannig að þau komu öll og þá ákvað ég að því að það var eins, ég ger þetta líka á frídögunum, þá þarf maður að drekka kaffi líka. Og þannig að ég fékk þau til að vera bara með það fyrir þau voru þegar ég þurfti að hendast upp og gera þetta. Og svo bara eru þau bara komin aftur til að vera með og já, við erum aðeins að bregða út að leik og af því að þau eru svo skemmtilegt og manni þykir svo vænt líka að hafa þá nálægt sér sem eru líka að njóta. Þetta er eitt af þessu jákvæða sem þessi veira er að færa okkur. Fólk er svona finna upp á alls konar, skapa og skemmta sér og öðrum og bara takk fyrir að vera með okkur í þættinum og við ætlum að fá að enda þetta á upptöku frá ykkar fjölskyldu. Það er lagið Afgan með Bubba Mortens og við bara kveðjum og takk fyrir Bjarni Ómar. Já, takk fyrir og gekkur vel. Og svo ætlum við bara að fá þetta lag í lofti núna. Kærar þakkir fyrir að horfa og sjáumst aftur á viku liðinni. Verðið sæl. Góðan daginn og velkomin í kaffitímann í COVID. Í dag ætla ég að flytja lagið Afgan og með til aðstoðar er fjölskyldan. Gjörið svo vel.
hlusta á Zeppelin og ég ferðast aftur í tíman. Þú spyr mig, hvar gimsteininn í augum þínu ljúfan? Svitinn perlar á brjóstum þínum, þú vítur í hrúan. Og svífur á brott með syndum mínum svartur angan. Ég elska þig svo heitt, annir sundlar og verkjar. Í faðmi þínum þú lætur mig finna til sekta. Út í horni liggur kísið þinn og malar. Inn á baðherbergi stendur vofan þín og talar. Úti amast regnir að komast inn til þín. Ég skríð undir sængina, heyri hvernig stormurinn hvín. Drottningin með stríðsfákana sína býður okkur inn til sín. Já, hún sýnir okkur inn í sólina, segir að sólin sé sín. Lyftan var biluð, húsvörðurinn kallaði mig svín. Sagðist hata alla poppara, ég hélt hann væri að gera grín. Ég sagði að ég var að heimsækja stúlkun var í unnusta mín. Hann sagði mér nákvæmlega saman þó hún sé ekki stúlkan þín. Þegar ég bankaði á dyrnar, opnaði vofan þín. Sagði, þú varst bara draumur, ég hef aðeins séð þig í sýn. Ó, ég elska þig, ég vil ekki vakna. Svartur angan, drauma minna ég sakna. Svartur angan, drauma minna ég sakna.